Góðan daginn, velkomin á bæjarstjórnarfund sem númer 553. Í dag 15. maí og klukkan 5. Mætti fundarins eru Gylfi Ólafsson, Jóhann Birkir Helgason, Kristján Þór Kristjánsson, Nanný Arna Guðmundsdóttir, Magnús Einar Magnússon, Steinunn Guðný Einarsdóttir, Elspeth Samúelsdóttir, Sigríður Júlía Brynjarsdóttir og Finney Rakel Árnadóttir. Starfsmaður fundarins Bryndís Ósk Jónsdóttir. Fyrsta mál hjá okkur ársreikningur Ísafjarðarbæjar 2024. Bæjarstjóri leggur fram til síðari umræðu ársreikning Ísafjarðarbæjar, stofnana hans og fyrirtækja fyrir starfsárið 2024. Orðið laust. Sigríður, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Hér lagður fram til síðari umræðu ársreikningur Ísafjarðarbæjar fyrir árið 2024 og eru þarna fylgigögn með í gögnum fundarins og það ársskýrsla 2024 sem ítarleg og góð og upplýsandi, ársreikningurinn að sjálfsögðu, uppfærður frá fyrir umræðu. Það sundurliðanabók, það eru líka gögn vegna fjárhagslega markmiða fyrir árið 2024 og svo endurskoðunarskýrsla frá KPMG. Ég ætla aðeins að í örstuttu máli fara yfir það hvað hefur breyst á milli umræða. Helstu breytingar á ársreikningi á milli umræðna eru smávægilegar. Það breyting milli tekna og annars rekstrakostnaðar að fjárhæðum 360 milljónir tæpar og það vegna lagfæringa á eyðingarfærslum. Þetta svona bókhaldslegt. En hluti þeirra hafa verið færður í bókhaldið og eitt í uppgjörskerfinu. Og hvað þýðir þetta á mannamáli? Eyðingarfærslur eru gerðar í ársreikningum til að taka út viðskipti á milli sjóða, til dæmis innri leiga, eignasjóðs til aðalsjóðs. Samkvæmt reikningsskilareglum þarf að taka þau viðskipti út þegar ársreikningurinn gerður, því hann á bara sína ytri tekjur og ytri gjöld. Af þeim sökum hafa eyðingarfærslur engin áhrif á rekstrarniðurstöðuna. Í eintakinu sem fór fyrir bæjarráð og til fyrri umræðu í bæjarstjórn voru eyðingarfærslunar á háar, það tekjur lækkar of mikið. Þannig að rekstrarniðurstaðan í ársreikningi þær eru 487 milljón króna í A-hluta og 1174 milljónir króna í A plus B. Þannig að það munar um 6 milljónum á milli fyrri og seinni umræðu, þá á jákvæðan hátt að við erum að sjá hærri tölur og betri afkomu. Annað sem breyting á milli umræða og jákvæð breyting þá, vissulega, það var villa í útreikningi á stofni útreikningi á skuldaviðmiðinu, bæði þá í rauntölum og áætlun. Þannig að rétt skuldaviðmið 67% en ekki 95% líkt og kom fram í ársreikningi sem lagður var fram til fyrir umræðu. Þannig að það hægt að sjá þetta og skoða þetta með því að kíkja á skýringar með ársreikningi, það að segja á blaðsíðu 25. Já, ég held að ég hafi þetta ekki lengra sinni. Takk fyrir. Takk fyrir það, Gylfi beðið orðið. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Með þessum ársreikningi sem við erum að leggja hér fram til samþykktar vil ég halda fram að Ísafjarðarbær sé að komast í bestu deild. Í upphafi kjörtímabilsins setti bæjarstjórnin sér skýr og metnaðarfull markmið að taka til í rekstrinum, borga niður skuldir og endurskipuleggja en halda áfram fjárfestingum. Skemmst frá því að segja að í fyrra náðust nær öll þessi markmið. Veltu frá rekstri, skuldahlutfall, skuldaviðmið, 3 ára rekstrarafgangur, handbært fé og allt annað yfir markmiðum og sum mjög hressilega. Rekstrarafgangur A og B hluta var 1174 milljónir króna en ef A hlutin tekin sér
var afgangurinn 487 milljónir. Fyrir hvert mannsbarni í sveitarfélaginu þetta 300.000 króna afgangur. Það, hversu vel hefur gengið hefur að vísu gert þá umræðu áhugaverðar að við séum of íhaldssöm í fjárfestingum og að hækka þurfi hámark fjárfestinga til að ganga hraða til verks í ýmsum þörfum málum eins og við byggingu slökkvistöðvar, eilífum mygluviðgerðum og mörgu fleira. Þau tvö markmið sem ekki náðust í fyrra voru smávægileg. Hjúkrunarheimilið Eyri kostar bæinn enn meira heldur en tekjur og Byggðasafn Vestfjarða fær meðgjöf til að standa undir safn hlutarrekstrarins en sýningarhald í Neðsta Kaupstað skilar vissulega tekjum á móti. Og skuldahlutfallið lækkar. Fyrir A-hluta var það áramót 109% en stefnir í að fara undir 100% í lok þessa árs. Þegar B-hlutin tekið með hlutfallið hærra sem skýrist að stærstu leyti af skuldum af hjúkrunarheimilinu Eyri og fasteignum Ísafjarðarbæjar. Og það á að taka á þessu, við erum langt komið með að selja Eyri og fasteignir Ísafjarðarbæjar sem að lengi hafa verið of umfangsmiklar í rekstri á íbúðarhúsnæði, seldu eignir fyrir 174 milljónir króna í fyrra. Áfram eru félagsleg sjónarmið hátt á lofti við að tryggja aðgengi að húsnæði fyrir þá sem mest þurfa á að halda. Á sama tíma hafa skattar verið lækkaðir. Í öruggum skrefum hefur álagningarhlutfall fasteignagjalda verið lækkað og nú komið í 0,5% í ár. Einnig var gjaldskrár fyrir vatn og fráveitu endurskoðuð í réttlætisátt og heildargjöld lækkuð. En markmiðssetningin hjálpar líka til við að sýna festu þegar að vel gengur. Skuldir, það má ekki slaka á. Skuldir þurfa að lækka enn frekar svo hægt sé að taka á áföllum eins og gerðist fyrir ekki löngu síðan í faraldrinum. Lægri skuldir lækka afborganir af lánum en fjármagnsgjöld voru 100.000 krónur á hvern íbúa í fyrra. Afgangurinn af rekstri hafna Ísafjarðarbæjar var 474 milljónir króna. Það eru 125.000 krónur á hvert mannsbarn í sveitarfélaginu. Vissulega það svo að hafnirnar eru í B-hluta sem þýðir að hann nýtist ekki til þess að niðurgreiða skólastarf en það er hins vegar alveg ljóst að sterk höfn styður samfélagið mikið, getur staðið undir fjárfestingum og endurspeglar þann ábata sem móttaka skemmtiferðaskipa hefur fyrir bæjarfélagið. Styrktarsjóður hafnanna hefur einnig stækkað og styður með myndarlegum hætti við Aldrei fór í suður og fjöldamörg önnur samfélagsverkefni. Afgangur af rekstri og lækkun skuldahlutfalls endurspegla ábyrga fjármálastjórn og samstillt átak starfsfólks og bæjarstjórnar og það þvert yfir flokkslínur. Á síðasta ári var fjárfest og framkvæmt fyrir tæpan milljarð. Umfangsmestu fjárfestingarnar voru gatnagerð, hafnaframkvæmdir, umbætur í fráveitu og vatnsveitu og í snjóflóðavörnum á Flateyri. Styrk fjármálastjórn ein og sér ekki eina ástæða góðs árangurs. Aðstæður í ytra umhverfi eru okkur hagfelld auðvitað. Hækkun fasteignaverðs, aukin umsvif í tengslum við móttöku skemmtiferðaskipa og almennt gott árferði í rekstrar umhverfi fyrirtækja á svæðinu spila stóra rullu. Það efnahagsævintýri hér fyrir vestan og við njótum góðs af því. Þá hafa verið gerðar breytingar á rekstri málefna fatlara og ýmsum öðrum velferðarmálum sem hafa orðið til mikils sparnaðar með sömu eða betri þjónustu. Og við höldum áfram. Við erum með skýr markmið, við sýnum aðgát í rekstri og leggjum okkur fram að gera vel. Rekstur sveitarfélags snýst að stærstum hluta því að uppfylla lagalegar skyldur eins og að reka skóla og sinna gatnakerfinu. Þar erum við í innviðaskuld, við þurfum að vinna hana upp. Við höfum verið að stíga stór skref í fráveitumálum, bæði í byggðakjörnunum og einnig nú í Skutulsfirði. Og þá fara fram endurbætur á skólahúsnæði jafnt og þétt. Bygging slökkvistöðvar risastórt verkefni sem að hefjast og gatnagerð á Suðurtanga og vinna við deiliskipulag í gangi. Það er nauðsynlegt að sýna áfram aðgæslu í rekstri sveitarfélagsins sem við horfum bjartsýn fram á veginn með áframhaldandi metnað fyrir þjónustu og uppbyggingu. Ég vil vekja sérstaka athygli á ekki bara ársreikningum sjálfum heldur á skýrslunni sem umfangsmikið plagg og sýnir reksturinn á aðgengilegan hátt en ljúka á þessum orðum. Í fyrra lauk stórum áfengum í uppbyggingu fótboltamannvirkja á Torfnesi og var nýr völlur vígður á vormánuðum. Mikið af þeirri uppbyggingu var unnið í sjálfboðavinnu og með stuðningi atvinnulífsins en kjölfestan í framkvæmdunum var greidd úr sjóðum bæjarins. Karlalið Vesta sýndi að það var ekki til einskis. Þeir héldu sér uppi í bestu deildinni og eru nú í toppbaráttu annað árið sitt í deildinni. Ársreikningur Ísafjarðarbæjar kemur bænum líka í bestu deildina.
Takk fyrir þetta, það eru fleiri sem vilja taka til máls. Jóhann, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Formaður bæjarráðs var búinn að skrifa þetta niður áður en hann fundaði með KPMG því að þau komin svo skemmtilega orði að batinn hafi nú eingöngu verið tekjuaukning, þannig að taka til í rekstrinum og hægra harmonerar allavega ekki við orð KPMG núna rétt á hann. En að þessu sögðu þá vil ég nú bara þakka öllum inni fyrir gott samstarf við gerð fjárhagsáætlunar og undanfarna ára og við starfsmenn hafa náð að gera raunhæfa áætlun og það er fyrir öllu að standast áætlun og fara ekki fram úr. Þannig að það munar þessu að fara ekki fram úr áætlun og þá er þetta svo fljótt að gerast eins og almenningur þekki sem hefur greitt inn á húsnæðislánin sín til lækkunar. Þetta gerist mjög fljótt, þetta er snjóbolti. En annars bara óskaði ég öllum íbúum Ísafjarðarbæjar til hamingju með reksturinn. Það er alltaf gott að eiga til mögur árina því þau koma nú örugglega. Takk fyrir þetta, það eru fleiri sem vilja taka til máls. Svo er ekki, þá megi ég gefa mig merki ef þau eru samþykkt ársreikning 2024 og það er samþykkt með öllum atkvæðum. Þá höldum við áfram. Þá erum við komin í mál nr. 2 sem er viðauki við fjárhagsáætlun 2025. Tillaga frá fundi bæjarráðs nr. 1325 en fundurinn var haldinn 12. maí. Þar er lagt til við bæjarstjórn að samþykkja viðauku nr. 11 við fjárhagsáætlun 2025 vegna aukins kostnaðar í rekstri grunnskólans á Ísafirði. Kostnaðurinn er alls 21.316.305 en honum er mætt með tilfærslu á öðrum deildum A-hluta. Nauðsynlegt er að uppfæra tölvubúnað og öryggisbúnað fyrir hærri upphæð en áætlað var, sem var 7,7 milljónir króna. Aukið svigrúm er nauðsynlegt í kaffi- og matarkostnaði og kostnaður vegna skóla aksturs er hærri en áætlað var. Þá var samið við ræstifyrirtæki 3 vegna breyttra forsenda í starfsmannahaldi og kostnaður ársins áætlaður 8 milljónir fyrir árið. Samanlagt aukin kostnaður við grunnskóla Ísafjarðar nemur 21,3 milljón og er því mætt með hagræðingu í öðrum deildum. Áhrif viðaukans á rekstrarniðurstöðu samstæðu Ísafjarðarbæjar er 0. Áhrif viðaukans á A-hluta er 0 eða óbreytt 223 milljónir. Áhrif viðaukans á samantekin A og B er 0 eða óbreytt 995 milljónir. Orðið er laust. Það er engin beðið orðið, þá megi ég gefa mig merki ef þau eru samþykkt þessu. Samþykkt með öllum atkvæðum. Árið 3. mál sem er gjaldskrá skóla árið 2025 til 2026. Tillaga frá fundi 22 hjá skóla íþrótta- og tómstundanefnd sem haldin var 7. maí 2025. Það sem er lagt til við bæjarstjórn að samþykkja gjaldskrá leikskóla, dagforeldra, dagradvalar og íþróttaskóla fyrir skóla árið 2025 til 2026 til bæjarstjórnar til samþykktar. Skóla, íþrótta- og tómstundanefnd leggur til að gjaldskrá fyrir skólamat verði breytt á þann veg að þar standi í öllum grunnskólum Ísafjarðarbæjar er boðið upp á hressingu á morgnana og hádegismat án endurgjalds. Einnig leggur hún til að tímagjald leikskóla og máltíðir hækka 4% en leggur jafnframt áherslu á að rukkaði fyrir 204 skóladaga. Áfram er greitt sérstaklega fyrir skráningadagana. Orðið er laust og Sigríður hefur beðið orðið. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Við undirbúning fundarins þá rákum við auga í villur í leikskólagjaldskránni sem kom frá skólanefnd þar sem glemdist að uppfæra reglur tekjutengingu afsláttar af leikskólagjöldum í samhliða gjaldskránni. Núna stangast því gildandi reglur á við gjaldskrá sem eru lögð hér fram.
ég legg því til að ég kem hér með frávísunartillögu gjaldskrár leikskóla á dagforeldra þar sem að reglur tekjutengingu afsláttar af leikskólagjöldum hafi ekki verið uppfærðar samhliða gjaldskrá og að þeirri gjaldskrá verði vísað aftur til nefndar en vil árétta það að aðrar gjaldskrár væri þá teknar fyrir. Þannig að frávísunartillaga á gjaldskrá leikskóla. Takk. Takk fyrir það. Nanni hafði beðið máli líka. Gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, það er gott að þetta kom fram því að ég ætlaði mitt að benda á að gjaldskráin fyrir skólana er fyrir skóla árið 2025-26 þannig að hún breytist frá með 1. ágúst en tekjuviðmiðið er vegna ársins sjálfs 24 og 25 þannig ég velti fyrir mér hvort það sé nauðsynlegt að vísa frá gjaldskráni sem átaka gildi 1. ágúst 2025 vegna þess að við erum búin að setja reglur að tekjuviðmiðið gildi fyrir allt árið 2025. Þannig að hvort að það sé ekki einhvað sem við tökum inn í vinnu við fjárhagsáætlun og tekjuviðmiðið breytist það áramót. En þetta er eitthvað sem að ég er bara að hugsa núna upphátt. Þannig að við þurfum kannski að taka smá hlé til þess að ræða þetta. Já, ég legg til að við tökum smá hlé á meðan við ræðum þetta.
Þá eru komin aftur eftir smá fundarhlé og Sigríður hefur beðið orðið. Forseti og bæjarfulltrúar og aðri tilheyrendur. Ég legg til eftir þetta fundarhlé þar sem að við fengum aðeins skýrar mynd af það hvað hefur átt sér stað. Það hefur einhver misskilningur verið og ekki öll gögn fyrir að þá dreg ég frávísunartillögu sem ég bar fram áðan, ég dreg hana til baka. Takk fyrir þetta. Eru fleiri sem vilja taka til máls og Nanný, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ég ætla að byrja á því að leggja fram breytingatillögu á fyrirliggjandi gjaldskrá í stað þess að fyrirliggjandi gjaldskrá leikskóla og að fella út setningu sem að vísar í upphæð mánaðartekna foreldra eða foreldra og forráðamanna sem geta sótt afslátt af leikskólagjöldum og í stað þess verði sett inn setning sem að vísar í reglur niðurfellingu gjalda, reglur sem að vísa í afslátt og tekjutengingu foreldra og forráðamanna af leikskólagjöldum. Þannig að við séum ekki með upphæð í gjaldskráni. Er þetta óskýrt eða skýrt? Ég vil líka, eins og ég sagði áðan, benda á að gjaldskrá vegna allar skóla breytast frá með 1. ágúst og því betra að vísa í reglur tekjutengingu í gjaldskráni sjálfri þar sem að þær reglur munu breytast áramót eftir vinnu við fjárhagsáætlun og eftir að vísitala launa liggur fyrir, þannig að það er óraunhæft að setja það inn núna í gjaldskrána. Takk fyrir þetta. Það eru fleiri sem vilja taka til máls. Svo er ekki. Þá legg ég þessa breytingatillögu upp til atkvæði með ekki merkið í samþykk henni og hún er samþykkt með öllum atkvæðum. Þá ætlum við að þá ætla ég að bera upp allar gjaldskránar til samþykktar og þau megi gefa merkið í samþykkt þeim og það er samþykkt einnig með öllum atkvæðum. Þá ætlum við að halda áfram og erum komin í 4. mál sem er endurskoðaðir samningar við skólasálfræðinga. Tillaga frá fundi nr. 22 hjá skóla íþrótta- og tómstundanefnd sem haldið var 7. maí þar sem lagt til við bæjarstjórn að samþykkja samning Ísafjarðarbæjar við skólasálfræðing. Orðið er laust. Enginn hefur beðið orðið, þá megi ég gefa mig merkið samþykkt þessu og þetta er samþykkt með öllum atkvæðum. Þá er það 5. mál sem er endurskoðaður samstarfssamningur. Tillaga frá fundi 22 hjá skóla íþrótta- og tómstundanefnd sem haldið var 7. maí þar sem lagt til við bæjarstjórn að samþykkja samning Ísafjarðarbæjar við rannsóknir og greiningu EOF. Orðið er laust. Enginn hefur beðið orðið, þegar megið gefa mig merkið samþykkt þessu. Þetta er samþykkt með öllum atkvæðum. Þá erum komin í fundargerðir sem verða að laga fram og við byrjum fyrst á fundargerð bæjarráðs. Fundurinn var haldinn 15. maí. Nei, það vantar upplýsingar hvernig hann var haldinn. 12. maí og fundargerðin er í hvað mörgum liðum. Það vantar líka hann. 11 liðum. Orðið er laust. Gylfi, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur, að fyrir þessum fundi lágu nokkur mál sem að voru misáhugaverð. Ég vil vekja sérstaka athygli á máli nr. 5 sem að er svona klassískt mál sem að á sér rót í bæjarráði og kemur ekki í bæjarstjórn fyrr en þá löngu síðar ef allt gengur upp. En það var mál sem að tengdi sameiningu sveitarfélaga á Vestfjörðum. Þar setti ég
á dagskrá umræðu þetta viðfangsefni. Strandabyggð hefur nefnilega óskað eftir samningaviðræðum við 3 önnur sveitarfélög, það eru Kaldrananeshrepur, Súðavíkurhreppur og Árneshreppur, eins og kom fram í fundagerð 8. apríl, og í stefnu yfirlýsingu Ílistans fyrir þetta kjörtímabil þá stendur að Ísafjarðarbær sé opinn fyrir öllu samstarfi sveitarfélaga á svæðinu og hugmyndum sameiningu þeirra, og ég rifja upp að fyrir á kjörtímabilinu hafi Árneshreppur lýst yfir vilja til sameiningar sem bæjarráð tók vilja, en það varð ekkert meira úr því máli. Ég hef á síðustu vikum átt óformleg samtöl við forsvarsmenn flestra sveitarfélaga á svæðinu, og það eins og gefur að skilja mismikill áhugi á sameiningu að sinni, en ég taldi hins vegar tilefni til þess að lýsa yfir skýrum vilja til sameininga á sveitarfélaga á Vestfjörðum, fela bæjarstjóra að vera fulltrúi sveitarfélagsins í óformlegum viðræðum sem kunna skapast í tengslu við það, og að það sé skýrt vilja af hálfu bæjarins að sameiningar vilja ekki koma í veg fyrir smærri sameiningar annarra sveitarfélaga ef að þær eru taldar heppilegri til skemmri tíma. En ég vil líka árétta að ég er allavega sammála eða fylgjandi sameiningum í hvaða mynd sem að það kann að vera, og þetta er alltaf dálítill dans að spyrja hver vill vera með hverjum, og svo á kannski breytist myndin ef að þessi hætti við, að þá vill allar hinn að hætta við eitthvað svoleiðis. Ég er bara til í sameiningu hvernig sem að þetta raðast upp, og það væri þá ekki fyrir en á seinni stigum sem að bæjarstjórn fengi þá til samþykktar væntanlega að taka formlegar viðræður eða taka önnur svona stærri og formlegri skref, en opna hér fyrir umræðu þetta mál undir þessari fundargerð, og ég taldi ekki að þetta væri mál á þessu stigi máls, eða á þessu stigi málsins, á þessu þroskastigi væri þetta mál fyrir bæjarstjórn. Ég vil líka vekja athygli á mál nummer 6 í þessari fundargerð. Þar var verið að ræða eignarhaldi á félagsheimilinu á Flateyri. Við höfum haft í hyggju að selja það eða losa með einhverjum hætti við bæinn undan eigninni, og þá með það að markmiði aðalega að það komist líf í húsið og það verði fólk sem að brenni fyrir það að efla samfélagið á Flateyri með þetta hús sem sitt verkfæri. Og í kjölfarið á því hafa verið stofnuð svona drög að hollvinasamtökum fyrir þetta hús sem að bæjarstjóra hefur verið falið að ræða við, með mögulegan flutning á eignarhaldi á félagsheimilinu yfir til þessara hollvinasamtaka, og sem að vera þó stofnuð ef til þess kemur. Og ég er bara mjög spenntur fyrir því að sjá hvað kemur út úr þessum viðræðum. Annað vildi ég ekki taka upp sérstaklega. Takk fyrir þetta. Það eru fleiri sem vilja taka til máls. Sigríður, gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur, ég ætla að lengja fundina aðeins. Ég ætla að lýsa bara því yfir að ég fagna þessu frumkvæði formanns bæjarráðs að koma með þessa sameiningapælingar inn til bæjarráðs, og þetta er sannarlega vakið athygli, og ég hef nú aldrei ég hef aldrei verið á móti sameiningum. Ég hef alltaf verið frekar hliðholl sameiningum sem eru skynsamlegar. En það er auðvitað alltaf þannig að það fer mikil orka í sameiningar, og ég þekki það bara úr ríkisgeiranum, það sem ég hef sjálf reynslu úr því, að það er mikil orka sem fer í þetta, en það þarf að vinna vel greiningar á því, líka fýsileika sameininga, hvaða sameiningar eru sniðugar og hvað við erum að græða á. En ég held samt að fyrir okkur hér á Vestfjörðum að þá, hvort sem það er stóra eða lítil sameininga, að þá styrkir hún okkur alltaf sem heild og sem landsluta, og það skiptir ofboðslega miklu máli upp á slagkraftin að gera. Þannig að ég geri það sem mér er falið og verði duglega að ræða þetta á vettfangi bæjarstjóra og sveitarstjórnar fólks á Vestfjörðum. Ég vona að þeir fara ekki að taka sveig fram hjá mér mæta mér út á götu, en ég er allavega mjög spennt fyrir þessu, og til að séu fleiri tækifæri en okkur grunar. Takk.
Takk fyrir það, eru fleiri sem vilja taka til máls. Svo ekki, þá þessi fundargerð lagð fram. Þá eru komin í 7. mál sem fundargerð skóla íþrótt og tómstundanemndar. Lögð fram til kynningar fundargerð skóla íþrótt og tómstundanemndar frá fundi sem haldinn var 7. maí og fundargerðin í 10 liðum. Orðið laust. Það hefur engin beðið orðið, þá þessi fundargerð lögð fram. Og þá dagskráin hjá okkur tæmd og ég segi þessum fundi slitið.